1962. Ég rúla bara hér aðeins yfir þetta. Fyrirsögnin barist í 9 vindstöðum. Hvöss norðanátt gekk yfir landið helgina sem úrslitaleikurinn fór fram. Bárujárnsplötur fuglu af þökum við tilheyrandi tjóni og skip lenti í vandræðum við að sigla við Reykjavíkurhöfn. Engu að síður virðist aldrei hafa komið til tals að fresta leiknum, hvað þá að flauta hana af því að veðrið var hvað verst. Með vindinn í bakið tókst Frömmurum að skora 1 mark í fyrri hálfleik og var þar að verki Baldur Scheving á 32. mínútu. Áttu reyna litlu muna að staðan væri jöfn eftir fyrstu 3 stundafjórðungana. Því Guðni Jónsson hafði bjargað Nöngli á marklínu. Ekki þótti þetta gott leganesti einhver þar sem stöðugt bætti í vindinn. Geir Kristjánsson, hinn litríki markvörður Fram, lýsti síðar upplifun sinni af þessum sérstæða knattspyrnuleik. Bolti var alltaf í vítateiknu hjá okkur, þó fengu Valsmenn fá færi. Vandræðin hófust fyrst þegar við unnum boltann. Það var reynt að spila sig út úr vítateiknum en ekki komust með land. Þá var reynt að brjóta sig gegn í einleik en það dugði enska skefur. Og það var hreinsan við viðstöðulausum spörkum en boltinn fór bara beint upp í loftið og markið með snúningi. Þá var gefin út ný dagskipun. Ekki fara fram til boltann. Farið með hann út í hægra horn hjá fánanum. Ekki fá sér horn, ekki fá sér fríspark og ekki missa boltann. Út í greifju með hann. Lokið þá af við hornfánan og látið þá ekki komast í gegn. Segja má eftir því að við leikurinn öllu leyti farið fram við markframara en út við hægri hliðarlínuna. Blaðamönnum bar saman að knattspyrna hefði ekki verið neitt augnayndi en að leikafli framliðsins hefði verið skynsamleg. Þannig var Frímann Helgason, gamli valsarinn, að viðurkenna að framarar börðust einbeitilega allan tímann. Og flestir munu afsaka þegar svona stóð á þótt þeir gerðu nokkuð að því að spyrna út af og græða tíma. Það var hlóðið til að róa taugar vindbærinna leikmanna að engin varnarklukka var til staðar. Markverðirnir gátu þó stolist til að geyma úrið sitt í markinu og komið upplýsingum tíma til sinna manna. Geiri viðurkennir að hafa smurt vel ofan á tölunum því að varnarmennirnir spurðu hvers mikið væri eftir. Til að vera örugur, óskar flautan og fagnaði fyrsta meistaratitlinum í 15 ár. Að leikloknum var aftur nýr Íslandsbikar í stað þess gamla sem piltarnir og Fram höfðu gefið hálfri öld áður. Í tæp 20 ár hafði verið rætt að skipta bikar en ekkert orðið úr því. Ekki var síst vegna andstöðu Framarar sem vildi fá að gefa nýjan bikar. Við þeirri bón var þó ekki orðið og flesti KSÍ kaup á verðlaunagripnum. En eins og ég ætla bara að biðja ykkur að standa upp og koma hérna upp. Ég ætla að veita ykkur hérna viðtöku og vonaði takkið bara alveg óformlegt. Og bara vonaði njótið þér. Þetta er frábær bók, frábær lesning. Hugsanlega ég hana, ég vona ekki. En þetta er framsbók sem var Stefán Pálsson og bara njótið þér. Ég ætla að biðja að standa hérna kannski. Þið tillið ykkur hérna svo mig standi hérna til hliðar. Takk að þér. Og bara njótið þið vel. Takk. Svo reynum við að sjálfsögðu að koma þessum bókum til skila til hérna hinna félaga ykkar. Música